Steinar Bragi kominn hingað, þetta ný skáldsaga eftir hann, Kata, skaplega kröftuðu kápa og þetta stór bók, mörgundur blaðsíður. Sæll vertu, ertu hérna, hver Kata? Kata miðaldra hjúkrunarfræðingur sem við upphaf bókar hefur saknað dóttur sinnar í 1 ár. Hún hvarf á skólaballi. Svo finnst hún látin, hefur kannski verið drepin, finnst í gjótu og henni var nauðgað áður en hún dó. Og bókin lýsir þessu sorgarferli hennar Kötu og hvernig hún bregst við svona áfalli. Hún lýsir pólitískri og tilfinningalegri vakningu konu á miðjum aldri. Já. Þessi bók fjallar mjög mikið og aðal umfjöllunarefnið náttúrulega kynferðislegt ofbeldi gegn konum í alls konar myndum og sumt að því dálítið mikið gróft. Já, og þetta hefur verið mikið í umræðinni hérna undanfarin ár hjá okkur. Ég var reyndar byrjaður á þessar bók fyrir mörgum árum áður en hérna þessar stærstu holskeflur gengu yfir okkur. En ég man að fyrir kannski hátt í 5 árum þá las ég bókina Á mannamáli eftir Þórdísi Elvu og ég var bara svolítið slegin yfir því sem kom þar fram. Tölunum sem hún vísar í og hennar framsetningu á stóru vandamáli í þjóðfélaginu sem samt varla viðurkennt sem vandamál. Umræðan fer alltaf í sömu skotgrafirnar og ég held svona satt best að segja að karlar eigi bara stóran þátt í þessari þróun. Að alltaf þegar rætt kynferðisofbeldi og karla sem gerendur þá snúast karlmenn til varnar og segja að ekki allir karlar séu vondir. En það aldrei neinn að segja það að allir karlar séu vondir. Það má hins vegar alveg viðurkenna það að 95% gerenda í kynferðisofbeldi eru karlmenn. Og að þetta vandamál beggja kynjanna og bæði kynin þurfa að sameinast það að þetta sé vandamál okkar allra, þetta sé vandamál samfélagsins og það eina leiðin til að komast áleiðis. Þetta náttúrulega spennusaga og maður flektir og les. Ég las hana bara á 2 dögum af því að maður spenntur og þú heldur manni við efnið og ég meina þetta feikilega vel skrifa hjá þér en mér finnst þetta líka virka á mig nánast eins og bara ákæruskjal. Já, þetta alveg þetta skrifað af mikilli réttlætiskennd og þetta ákæruskjal, já, umfang vandans mikið og þessi saga lýsir því þegar einstaklingur og einstaklingar standa einir uppi og ríkisvaldið bregst þeim algjörlega eins og gerist mjög oft í þessum málaflokki. Og svo lýsir þetta því hvernig konan vinnur úr þessari réttlætiskennd með mjög afdráttarlausum hætti sem getur verið umdeilanlegur. Tekur þetta bara lögin í sína eigendur. Já. En ég ímynda mér einhvern veginn að þeir sem láta sér þessi mál mestu varða feministar og fleiri, þeir muni fagna þessari bók að hún sé einhvern veginn, hún bara ásalega sterkt einhvern veginn rit sem í þeirra í bara þeirra baráttu. Já, það vonandi og ég held að karlar mætti alveg beita sem í baráttunni en það þetta þess að henni ekki beint að okkur, þetta líka okkur til
hagsbóta að sleppa út úr stirðnuðum handónýtum kynhlutverkum sem við erfum sko frá síðustu öld eða þú veist frá því fyrir 5000 árum síðan. Þetta eru þröng hlutverk og heimskuleg og þau valda okkur öllum vandamálum. Það er sko karlmenn sitja uppi með ofboðslega háa sjálfsvígstíðni eins og kom fram í sko ræðu ágætri hjá Emmu Watson leikkonu daginn. Þá stendur svolítið upp á karlmenn að beita sér, bara ekki í þágu kvenna eða af einhverju meðaumkun með þeim, heldur bara í þágu okkar allra og þeirra sjálfra. En þú ert að skrifa þetta sem spennusögu og þú náttúrulega ert alveg meðvitaður að þú ert að beita svona spennusagna tækni í þessu til að halda manni gangandi, það þú veist. Já, enda er þetta svona, þetta er sko dramatískt upplag svona sögu, það kallar bara, þetta er bara spennandi af sjálfu sér, ég þurfti lítið að gera, en það eina sem ég bar mig eftir var að skrifa bók manneski sem væri ólík mér og hefði allt annan tilvísana heim, annan bókasmekk, tónlistarsmekk og byggi út á sko Seltjarnarnesi og inni á spítala og ætti barn. Og það sem gerist er að þessi persóna, hún bara lifnar og fer sína eigin leið þegar ég kominn sko hálfur inn í bókina. Og kastar frá sér dúkkuhúsi eiginmannsins sem er náttúrulega alveg stórkostlegt tákn þarna inn í bókinni einhvern veginn. Já, hún mölvar dúkkuhús. Ég ætla bara að spyrja þig að lokum, því að þetta á eftir að vera að tala hvað eru Jakob Bjarnar og Jón Kalman að gera þetta inn í bókinni? Þú verður bara að spyrja Kötu að því, sko. Ég veit ekkert hvað þeir eru að gera þarna, en já, þeir mega alveg vera þarna, er það ekki? Jú, Jakob er náttúrulega þarna sem blaðamaður og Jón Kalman kemur þarna fyrir sem svona einhvern svona draumafígúra. Já, hann er svona fagurfræðilegt ideal hennar Kötu, sko, framan af og svo skiptur hún skoðun á honum og það kannski lýsir henni meira en honum. Já. En þetta er feikilega kröftug bók, Steinar. Þakka þér fyrir að koma í þáttinn.